Góðan daginn og gaman að sjá ykkur. Ég heiti Viðar og stofnandi ljótu kartöfluna sem eru kartöfluflugur sem lýsa yfir stríði gegn matarsóun. Þetta hugmynd sem kviknaði fyrir þó nokkrum árum síðan þar sem ég var staddur í Hornafirði í kartöflugarði á fallegum sumadegi í stórbrotinni náttúru og ég uppgötvaði það að ég hreinlega elska íslenska kartöflur, hvaðan þær koma og það sem þær hafa upp á að bjóða. En því miður það svo að íslenska kartöflur og annað grænmeti glíma við stórt vandamál sem að við neytendur eru mjög kröfuharðir hvað varðar útlit og stærð á þeim kartöflum sem við viljum. Þess vegna þurfa bændur að farga 10–20% uppskerunar eða 1–2.000 tonnum af kartöflum á ári. Þetta eru kartöflur sem fargað vegna þess að þær þykja skrýtnar í laginu, þær eru með smávægilegar hýðiskemmdir eða einfaldlega vegna þess að þær þykja of stórar til sölu í verslunum. En vissu þið að það ekki verið að framleiða neitt snakk úr íslensku kartöflu? Það vegna þess að þær innihalda mikið af sykrum sem valda bruna við steikingu, dökkum lit og óbragði og þess vegna hefur innlend framleiðsla á snakki alfarið þurft að reiða sig á innflutt hráefni til framleiðslunar. En við erum tilbúin með vöru sem hefur það að markmiði að útrýma þessari sóun, bæði með því að nýta þetta hráefni og að beina kastljósinu að þessu vandamáli. Og í okkar framleiðslu náum við nánast að fullnýta þetta hráefni. Því það nefnilega þannig að þegar kartöflan sneidd niður, þá hverfa allir þessir útlitsskallar og ljótu kartöflunar fá loksins að njóta þess sem býr innra með þeim en ekki vera dæmdar eftir útlitinu. En ljótu kartöflunar eru handgerðar, brakandi stökkar, fallegar og bragðgóðar kartöfluflugur. Við hófum framleiðslu á frumgerð fyrir rúmum 2 árum síðan og viðtökur hafa verið alveg frábærar. En það hefur hamlað okkur að framleiðslugeta hefur verið mjög lítil og framleiðslukostnaður hár. Og þess vegna höfum við unnið að því frá því síðasta haust að finna framleiðslunni betra og varanlegt húsnæði og við höfum fjárfest í nýrri lotu framleiðslulínu sem eykur afköstin töluvert. Og við stefnum að því að hefja framleiðslu aftur núna á allra næstu misserum og við ætlum að byrja með 2 bragðtegundir, pakka vörunni í magneiningar og í minni póka svona einstaklingspóka sem henta vel bæði til sölu á börum, á veitingastöðum, til aðila í ferðaþjónustu, til dæmis í nestispakka fyrir ferðamenn og fleira. Og svo erum við að hefja hönnun á stærri pakningum sem henta betur til sölu í stórmörkuðum. En Íslendingar neyta snakks fyrir 2,3 milljarða á ári. Þar af kartöflusnakks fyrir 1,3 milljarða. Þetta samsvarar 1700 tonnum á snakki. Megnið af þessu snakki, eða 83%, innflutt. Og snakk mjög umfangsmikil vara. Því pakkað í póka sem eru fylltir af lofti eða köfnunarefni sem bæði til að verja vöruna og til þess að lengja líftíma hennar. Og þess vegna kolefnisspor markaðarins alveg gríðarlega stórt og óþarflega stórt og hægt að stórminnka með auknu vægi innlendra framleiðslu úr íslensku hráefni. Flest vörumerki á markaðnum að keppa í verði til að leggja áherslu á mikið fyrir lítið. Umbúðir eru frekar ófáar og skilaboðin að varan sé partívara. Við getum ekki alveg fyrir að keppa í verði við erlenda stórframleiðendur og erum því ekki að fara að höfða kannski til stórneytenda, en við ætlum að reyna að höfða til fólk sem leggur frekar huglægt mat heldur en hlutlægt á vöru við kaupaákvarðanir. Fólk sem vill handbragð, vill innlenda framleiðslu, vill minnka matarsóun, en umfram allt gæði fremur en magn. Þetta fólk sem leyfir sér snakk til hátíðabrigða og til þess að skapa réttastemmingu á góðum samverustundum eins og síðustu helgi. En sem betur fer ég ekki eini unnandi íslensku kartöflunar, því að mitt síðasta ár fekk ég vin minn Gunnar Jón Gunnarsson með mér í lið. Gunnar lögfræðingur, sjálfur ég viðskiptafræðingur. Báðir höfum við mikla ástríðu fyrir matagerð sem drífur okkur áfram í þessu verkefni. Og saman ætlum við að keppast að því að gera bestu kartöfluflugunar á markaðnum, jafnframt þær umhverfisvænustu og nýta til þess þetta vannýtta íslenska gæðahráefni og styðja þannig í leiðinni við bakið á íslenskum kartöflubændum.
En ég sé að þau eru öll komið með vatn í munninn, svo ég hlakka bara til að sjá ykkur frammi og eftir og fá að gefa ykkur að smakka. Og endilega takið með ykkur poka. Kærar þakkir.